Já, sælt eru fólkið aftur. Það voru fyrirlestur númer 4 og þetta er sýnidæmi 2. Þetta er svipað á síðasta dæmið í vikuskamtinum þessa vikuna. Þannig er að hús sem stendur bak við hæð, þannig að það sést ekki í sendin sem sendir út sjónvarpsmerki fyrir sveitina. Og þetta dæmi er álíka á hitt nema ég hef hér breytt náttúrulega tíðnum og deyfingum og þess áttar. Svo ég sé ekki að reikna dæmið alveg fyrir ykkur. En þetta opna hugan hvernig við erum að reikna út töp í kapalkerfi. En hérna eru 200 metrar í loftnetið og við notum einhvern ákveðin kapal sem eins og ég síðast að sýndæmi tapar einhverju ákveðinu miklu á ákveðinu tíðni við einhverja 100 metra. Og hérna eru við á kanal 36 og styrkur frá neti eru 69 decibel mikrovolt. Og ég gef mér upp að kapallinn deyfi merki 15 decibel við 800 megarið við 100 metra. Það er bara eitthvað tala sem ég gef mér upp til þess að hafa ekki nákvæmlega sem tölur og PRG11 er að deyfa. Og til að sjá tíðnina sem kanal 36 er á, þá sjáum við það í tíðnitöflu aftast í bókinni, næst síðustu blaðsíðun í fjarskiptahandbókinni. Þar sjáum við hvaða tíðnir eru bak við kanalana frá kanal 5 og upp í kanal 68. Og fyrsta spurningin er hvað er styrkur á merkisins inn í húsinu? Þá þurfum við að finna deyfingun í kapplinu. Og til að finna deyfinguna við kanal 36 sem er 591 megarið, þá þurfum við að deila 591 í 800 og taka kvadratúr af því og markvalda sinnum 15 og fáið það að á þessari tíðni deyfast 12,85 decibel á hverja 100 metra. Og þá þurfum við að markvalda það með 2, þetta eru 200 metrar og finnum út að það eru 25,7 decibel sem tapast á þessari leið. Styrkurinn á loftnetinu var 69 decibel og þið sjáum þið hérna að tökum tapið frá og út kemur að það eru 43 decibel sem eru styrkur á merkinu við sjónvarpið inn í húsinu. Og það er náttúrulega alltaf lítið því að þið munið að styrkurinn þarf að vera lágmark 60 decibel svo að myndin tellist í lagi. Þetta segir okkur sem sagt að myndin hér er ónýtt. Við sjáum bara snjókomu og litla mynd í bakgrunni. Við erum að finna suðið við sjónvarpstækið og suð er N eða noise og C er carrier eða myndmerkið, styrkurinn á myndmerkinu. Og í loftnetskerfum þá er ákveðin fasti af suði sem kemur frá loftnetinu, svona málmsuð loftnetsins og það er fasti upp á 1,6 decibel. Þannig að í þessu tilviki þurfum við bara að taka merki sem er 43,3 decibel mínus fastin sem er suði sem er 1,6 decibel og finnum út að það er 41,7 decibel og lágmarkið er 44 decibel, allt fyrir neðan 44 decibel hlutfall milli signals og suðs, það er of lítið og suðið er of mikið með myndina. Við sjáum það bæði þessu að myndgæðin eru of léleg. Bæði eru mikið suð í myndinni, hlutfalli er ekki gott og styrkun er allt of lítill. Myndin er sem sagt alveg ónýtt í lið 1. Hvað getum við gert? Jú, í þessu tilviki getum við bætt við magnara sem við setjum inn í húsinu álögnina áður en myndi fyrir sjónvarpið til að magna upp myndina. Og ef við ætlum að gera það, ætlum að bæta við magnara, þá er það leiðið 2 hérna, bæta við magnara inn í húsið og merkið skal vera á bilinu 60 til 80 decibel og við skulum gefa okkur bara í þessu dæmi þannig eitthvað mitt á milli og segjum 70 decibel. Þá tökum við og finnum út hvað þurfum að magna mikið merkið til þess að fá 70 decibel styrk við tengilinn og 70 decibel gefur okkur hér. Við vitum að samkvæmt síðast dæmi
þá var styrkurinn 43,3 decibel og finnum út okkur vantar 26,3 decibel mikrovolt til þess að búa til 70 decibel mikrovolta myndmerki eða styrk á myndmerki við tengilinn. Það við mögnum 26,3 decibel. Hvað gerist núna? Hvað gerist með suðið? Skulum finna út úr því. Hvað suð hlutfallið? Myndmerkið 70 decibel og suðið jafn mikill og styrkurinn á mögnuninni 26,3 decibel. Suðið bætist líka við þessi 4 decibel sem suðtala magnarans og svo bætist við líka 1,6 decibel sem fastinn í loftnetinu. Þannig suðið samtala á þessu fastinn pluss suðtalan pluss mögnunin. Þannig suðtalan það mikil að veru suðtalan eða signal to noise hlutfallið 38,1 decibel. Það verður að vera meir en 44 decibel og við erum sem sagt bæði að magna upp myndina og við erum að magna upp suðið. Og þegar við mögnum við suðið þá fáum við bara sterka mynd en fullt af suði. Við mögnum suðið og myndina upp í miklu hlutfalli. Þar af leiðandi verður myndin í þessu kerfi hér léleg. Út af því að við getum ekki magnað upp lélega mynd nema með því að fá sterkari mynd sem bara léleg. Hvað þá hægt að gera? Við getum ekki keyrt loftneskerfi hér án þess að hafa magnara, við erum búin að sjá það. Og við getum heldur ekki séð það að kerfi hér virki með því að hafa magnara hérna inn í húsinu. Hvað getum við gert? Jú, við getum keypt okkur magnara sem við staðsetjum hérna út í mastri. Við mögnum upp merkið áður en við töpum því alveg niður fyrir lágmark. Þannig að magnarinn okkar hér, hann eingöngu til að vinna upp tapið sem verður í kaplinum. Og það tilgangur með mögnurum í öllum loftneskerfum, það að magna upp styrkinn til þess að við eigum inni eitthvað til þess að dreifa merkinu. Þegar þau dreifum loftnesmerki kapla, gegnum deila, gegnum dósir, þá tapast alltaf merkið. Og magnarinn gefur okkur svigrúm til þess að dreift merkinu og komi merkinu til skila til allra notenda þannig merkið sé í lagi. Það til magnarar sem við setjum út í mastur og spennufæðing á þessu magnara fyrir gegnum kóaskapalinn. Við sendum DC í gegnum kóaskapalinn sem spennufæðir magnarann. Þannig við þurfum ekki að leggja sér leiðslu fyrir rafmagnið fyrir magnarann. Hann kemur bara með sömu leiðslu. Ok, magnarinn settur við loftnet. Og þá erum við að pæla hvað þurfum við nú að hafa sterkar magnara. Við viljum gefa okkur það, við fáum 70 decibel inn í hús, sem hér, 70, og það tapaðist 25,7 decibel í kaplinum, í loftneskaplinum, 25,7, og þá myndum við bæta því við bætum tapinu við, styrki sem viljum fá inn í húsið, þannig að styrkurinn eða út úr magnarunum 95 decibel mikrovolt. 75 decibel mikrovolt við tífi pluss tap í kapli. Hvað þá magnarinn að magna mikið? Ef við ætlum að fá 95 útrónum, hvað þurfum við að magna mikið á magnarunum? Jú, merkið inn var gefið upp 69 decibel og við viljum fá 26 mögnun 26, þá gefur okkur 95 decibel. Þetta árendur að vera pluss hérna 69 pluss 20 eða þá að taka 95 mínus 69 og fáum 26. Merkið sem sagt 95 decibel út fyrir magnara sem þýðir það að við þurfum að magna 26 decibel. Hvað þá styrkurinn inn í húsi? Styrkur frá magnara 25 decibel, tapið í kaplinum 95 decibel, tapið í kaplinum 25,7 decibel, sem gefur okkur það að merkið inn í húsi 69,3 decibel, sem mjög gott,
við erum mitt á milli 60 og 80 og þá þurfum við að finna út suðtöluna sem er D-liður. C-ið eins og við sagði hér í C-liði 69,3 en N-ið það er 1,6 fastinn pluss suðtalan sem er 4 pluss mögnunin en átti ykkur svo á því að við töpum bæði í kaplinum, merkinu og suðinu. Þannig að við lækkum suðtöluna 25,7 og endum í 5,9 decibel mikrovolt styrkurinn á suðinu. Og CN hlutvallið er þá 63,4 decibel. Það er sem sagt betri en 44 decibel og merkið er mjög gott. Það er hreint og það er sterkt. En þarna fáum við góða mynd á sjónvarpstækið inn í húsinu. Þið klárum svo bara verkefni vikunnar og gangi ykkur vel með það. Takk fyrir.